En þá ætla ég að útskýra í stuttu máli ferlið og áfangan sem að við Margrét þróuðum saman. Og Margrét, þú mátt endilega grípa inn í eins mikið og vilt. En hérna sjáum við mynd af umhverfisnefnd Verslunarskólans sem að var í, sem sagt, tók þátt í prufukennslunni með okkur. Og við keyrðum þetta, þegar við gerðum þetta í Verslunarskólanum, þá keyrðum við þetta yfir 1 önn. En eins og við lögðum upp með þetta upphaflega að þá hefðum við viljað að þetta væri 1 ár, en akkurat vegna þess að Verslunarskólinn er áfangaskóli sem að keyrir alltaf 1 önn í einu eins og flestir framhaldsskólar gera hérna á Íslandi, að þá keyrðum við þetta yfir 1 önn. Og þannig að þið fáið að sjá dæmi hvernig það var gert. En þá sem sagt steig umhverfisnefndin í rauninni þessi 7 skref undir handleiðslu okkar Margrétar. Þannig að fyrsta skrefið, umhverfisnefnd, það er í rauninni bara áfanginn sjálfur. Og síðan sem sagt, var hluti af vinnu áfangans að ganga í gegnum öll þessi 7 skref. Og ég ætla aðeins að útskýra hvernig það var gert. Já, fyrsta skrefið, umhverfisnefnd. Það voru sem sagt nemendur áfangans sem mynduðu þá umhverfisnefnd skólans og sáum að stíga skrefin 7. Mér langar að taka það fram bara strax að það er líka starfandi umhverfisnefnd starfsmanna við Verslunarskólann og í flestum framhaldsskólum er það þannig að það er líka starfandi umhverfisnefnd starfsmanna. Og að sjálfsögðu er það þannig að nemendur get ekki tekið ákvörðun allt sem gert er innan skólans, þannig að oft þurftu nemendur að ráðfæra sig við umhverfisnefnd starfsmanna eða senda erindi til þeirra, þú veist, getið þið tekið þetta fyrir, okkur langar að gera þetta, megum við það. Þannig að þetta var svona samtal á milli umhverfisnefndar nemenda og umhverfisnefndar starfsmanna, en hugmyndirnar og framkvæmdin kom yfirleitt frá nemendunum sjálf. Og þessi nefnd, hún valdi þema til að vinna eftir og þetta eru þau þemur sem við erum með í boði. Þið þekkið þetta nú flest. Og það sem að við eða nemendur okkar Margrétar völdu, það var loftslagsbreytingar, neysla og hringrásarhagkerfið og hnattrænt jafnrétti. Og þau sem sagt byrjuðu á því að velja þemu og síðan mátuðu stöðu umhverfismála í því þema sem þau höfðu valið sér og fóru þá í gegnum gátlistana sem eru inn á okkar vefsíðu sem að þarf einmitt að fara að endurskoða eins og framkom hérna áðan og við höfum reynda líka rætt okkar á milli innan Grænfánans. Afsakið. Eftir að þau fóru í gegnum þessa gátlista þá settu þessi markmið út frá því sem að úr matinu kom og sinntu síðan fóru svo í framkvæmdir og sinntu eftirlit og endurmati eftir því sem við átti á meðan þau voru í ferlinu við að framkvæma. Og hérna sjáum við markmiðin sem að þau settu sér. Þau settu sér í rauninni bara 3 markmið af því að þetta var bara ein önn. Yfirleitt eru skólar að gera þetta á 2 árum eins og grunnskólar og leikskólar. Í framhaldsskólum að þá var pælingin að það yrði 1 ár en í þessu tilviki að þá keyrðu þau þetta bara á hérna 1 önn. Þannig að þau settu sér 3 markmið og skiptu sér í 3 hópa og hver hópur tók fyrir 1 markmið. Og sá hópur sem að tók fyrir þema neyslu og úrgang setti sér það markmið að takmarka rusl og eða skilgreindi síðan 3 aðgerðir innan þessa markmiðs. Það er að segja aðgerðir sem að leiddu að þessu markmiði að takmarka rusl, sem var þá að bæta við lífrænni tunnu og málmtunnu, bæta merkingar við flokkunartunnur og hafa fjölnota hnífapör í matbúð sem er mötuneyti nemanda. Það var sem sagt þegar að þetta átti sér stað þá var ennþá einnota hnífapör í mötuneytinu. Og síðan er skilgreint hverjir eru ábyrgir aðilar, hvaða efni og áhöld þarf, hvaða tímaramma höfum við, hvenær ætlum við að vera búin að þessu og svo er matið, hvernig ætlum við að meta árangur og þá skilgreina þau bara hvernig ætlum við að meta það að sé komið lífræn tunna og málmtunna. Það er bara í rauninni
þegar það komið þá er þetta að tekka í þetta box. Bæta merkingar, eru komna merkingar, hafa fjölnota hnífapör, eru komin hnífapör í matbúð og síðan gerðu þau sambærilegt fyrir þá þema loftslagsbreytingar annars vegar og þema hnattrænt jafnrétti hins vegar og fylltu út í þetta. Já, þannig að þetta voru þá í rauninni skref 5 sem er markmiðssetning og skref 3 sem er markmiðssetning og skref 4 sem er mat. Og matið er í rauninni bara þessi hérna dálkur. Hvernig ætlum við að meta að við höfum náð þessum árangri. Svo er það skref 5, námsefnisgerð og tenging við aðalnámskrá og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þar er mikilvægt að allir nemendur skólans vinni verkefni sem tengist temanum og markmiðunum og að tengja heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og grunnþætti aðalnámskrár inn í vinnuna. Og hérna er þetta í rauninni kennaranna. Margrét, langaði þig að segja eitthvað? Ég sé að þú ert búin að taka mute. Nei, ég bara er að fylgjast með, þetta er bara mjög flott. En þú mátt alltaf grípa inn í, þú veist það. Já. Þetta er bara, þú segir bara frá þessu eins og þetta var. Já, akkurat, einmitt. En hérna er mikilvægt að virka kennara og það er mikilvægt að gera það snemma í ferlinu að þá nemendur mögulega komi inn á kennarafund og útskýri þau þemu sem að verið að taka fyrir og hveti kennara til að taka þemun fyrir í sinni kennslu með einhverjum hætti. Stundum er einhver umhverfisvika þar sem kennurum uppálagt að í þessari viku að þá taki þið fyrir umhverfismál og oft er betra að gera það þannig að það sé einhver svona rammi í kringum þetta heldur en að hafa þetta bara henda þessu bara til kosmosið og vona að einhver grípi þetta. Af því að ef maður er með ramma til dæmis 1 dag eða 1 viku eða eitthvað slíkt og þá eru bara allir að vinna að þessu sameiginlega markmiði þá vikuna. Það er hægt að vera með einhvern viðburð sameiginlegan í slíkri viku, hafa einhver þverfagleg verkefni og svo framvegis. Þannig að, en þetta er sem sagt skref 5 og það hvílir þá fyrst og fremst á kennurum. Þannig að þar eru nemendur taka þátt í gegnum það að vera hluti af fögunum sem eru að taka þetta fyrir en eru kannski ekki beint mikið í skipulagningunni. Já, og einmitt, tengja heimsmarkmiðin, það er líka mjög mikilvægt í öllu þessu ferli. Og heimsmarkmið númer 4 kveður á að eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til að ýta undir sjálfbæra þróun. Þannig að þetta er í rauninni það markmið sem við erum svolítið að vinna samkvæmt í þessu verkefni. Markmið 4 undir markmið 7. Og eins og ég sagði áðan að þá eru skólar og grænni grein helsta innleiðingatæki menntunar til sjálfbærni í heiminum. Guð! Jarðskjálfti. Vá. Fannst þetta? Já. Stór. Já. En já, fyrst þannig ég get kannski bætt aðeins við að við erum enn að keyra þetta á sama grunni, við erum að keyra þetta á einni önn, settum það að vísa inn í stærri umhverfisfræði áfanga. Þannig að við erum að keyra þetta núna á vorönninu okkar og við erum með umhverfisdaga núna 15. mars. Flott. Og líklega fer það yfir alla vikuna ef jarðskjálftar lofa og annað. Já. COVID lofar og allt þetta. Þannig að við erum að nýta okkur þetta sem við Katrín gerðum áfram í skólanum bara á mjög svipaðan hátt. Já. Frábært. Svo er það skref 6 að upplýsa og fá aðra með og þar er akkurat þetta sem ég talaði áðan varðandi tengsl við nærsamfélag og að upplýsa allt skólasamfélagið, að þar finna nemendur leiðir til að upplýsa skólann. Og það er fínt að þau finni leiðir til þess af því að þau vita best hvernig er hægt að ná til sinna samnemenda. Er það í gegnum samfélagsmiðla eða er það í gegnum viðburði eða eitthvað annað. Og það voru ýmsar leiðir farnar í Versló. Þau stofnuðu Facebook-hóp og voru með Instagram ef ég man rétt og síðan voru þau með fataskiptamarkað sem var bara í í stofu sem var aðgengileg öllum yfir ákveðið tímabil. Þannig að þar gat fólk bara komið og farið með föt að vild, gekk mjög vel. Þau komust í viðtöl, sjónvarpsviðtöl og eitthvað fleira. Manstu eftir einhverju Margrét sem ég er að gleyma? Nei, en við ætlum að hafa fataskiptamarkað aftur núna í mars í fyrra
og það var búið útbúið spjöld og auglýsingaspjöld og hún er búin að finna til einhver föt og eitthvað svoleiðis og þá kom COVID. Dæmigert. Og já, þetta var allt saman tilbúið. En þá var skólanum lokað 13. mars og við ætlum að hafa þetta svona rúmlega miðjan mars bara, já. Þannig að þið eigið þetta til ef að við getum haldið Krakkarnir þetta. núna eru alltaf að vera með netskiptamarkað. Ok. Jep. Þannig að það er alltaf hægt að finna einhverja leiðir. Algjörlega. Já. Heyri, ég held að við eigum 2 mínútur eftir. Ég held okkur verið hent út eftir 2 mínútur. Þannig að vitið ef eitthvað verður allt í einu hent út, að þá, þið vitið hvað er í gangi þá. Ég ætla bara að tala hratt. Svo er það spjör númer 7, að þá útbýr umhverfisnefndin umhverfissáttmála, umhverfisstefnu. Í framhaldsskólum er það stefna sem að skólar þurfa að gera og hún er svo alltaf endurskoðuð reglulega en það er ekki nauðsynlegt að skipta henni alveg út. Heldur meira kannski bara að krakkarnir í nefndinni hverju sinni skoði stefnuna og kanni hvort þeir vilji halda henni. Síðan tekur nefndin saman niðurstöðurnar, útbýr greinargerð sem er send til okkar hjá Landvernd og það er fínt að krakkarnir geri það bara, skipta einhvern veginn með sér verkum þannig að hver og einn skrifi einhvern hluta greinargerðarinnar, senda umsókn og greinargerð til okkar hjá Landvernd, við mætum svo í skólan og það er skemmtilegast ef að krakkarnir taka á móti okkur, sýna okkur allt sem gert var og fundi með okkur. Ok, það er mínútu eftir. Má ég spyrja? Já. Hvað var þetta stór áfangi þegar þið voru bara með umhverfisnefndina í áfanga? Veistu, áður en það var sett inn í stærri umhverfisáfanga sem er núna? Það voru 3 áreiningar. Ok. Bara. Já, takk fyrir spurninguna, gaman. Já, ég er þá í rauninni bara búin með kynninguna, sýnist mér, já. Bara ef að þið hafið spurningar eða vangaveltur, þá getið þið alltaf senda okkur post, þið megið senda mér post eða Margréti eða ekki í lagi. Jú, alveg, endilega. Einmitt, hún er reynslubolti í þessu. Og já, bara takk fyrir mig.